Góðan daginn, Sveinn heiti ég hjá Nerd Nonsense. Í dag langar mér að fjalla PC-útgáfun Horizon Forbidden West. Fyrir 2 árum kom út leikurinn Horizon Forbidden West á PlayStation 4 og 5 og fjöllum við hann hérna á Nerd Nonsense og okkar eigin Bjarki gaf honum 4,5 stjörnu af 5 mögulegum. En leikurinn beint framhald af Horizon Zero Dawn þar sem spilarinn stjórnar hetjunni og bardakonunni Aloy. Hún vel vopnuð sérstaklega fyrir boga og spjót. Það sem rík áhersla lögð á söguríka upplifun leiknum æskilegt að spila fyrir leikinn fyrst. Ef hoppað beint í Forbidden West að minnsta kosti finna velvalið YouTube-myndband þar sem söguþráður fyrir leiksins rakin. Í Forbidden West vitnað ýmis atriði fyrir leiknum sem skilur eftir sig ákveðið tómarum ef engin tenging til staðar. Þetta var það sem Bjarki sagði einmitt í gagnrýni okkar á leiknum sem einmitt hægt að finna á nerdnonsense.is. Þann síðastliðinn 26. mars kom út sem sagt Horizon Forbidden West Complete Edition PC sem inniheldur leikinn ásamt öllum lagfæringum og breytingum. Að auki The Burning Shores DLC aukapakkin innifalinn í einu pakka. Og í lok ársins einmitt í fyrra kom út sambærilegur pakki á PlayStation 5. Burning Shores kom ekki á PlayStation 4 þar sem að Guerrilla Games töluðu að það hefði verið of erfitt að koma með flugparta leiksins auka efnisins á þá vél. Hollænska fyrirtækið Nixxes sá yfirfærsluna frá PlayStation yfir á PC-vélar og verður að segjast að sú vinna hefur einstaklega verið vel unnin og styður leikurinn við hærri upplýsnir, fjölbreyttari skjásniði eins og 21:9 og 48:9 ásamt hefðbundin 16:9 eða svona widescreen sem fólk vant í dag. Það stuðningur við uppskalun með gervigreind og styður leikurinn NVIDIA DLSS 3, AMD FSR og Intel XeSS og hægt að njóta alls sem DualSense strengi býður upp á ef að þú tengir hana með USB-kapli beint við tölvuna. Síðustu árin hefur Sony verið að færa stóru titlana sína yfir á PC í auknum mæli og það eitthvað sem þótti lengi vel óhugsandi myndi gerast. Við erum hérna á Nerdnarsen sem fjallað leiki eins og Uncharted-safnið, Spider-Man Remastered, Last of Us Part 1 og Ratchet & Clank Rift Apart og að mestu leyti hafa þessar útgáfur verið betri og uppfærðu útgáfur af velheppnum PlayStation-leikum, nema kannski helst Last of Us Part 1 sem við tökum fyrir í fyrra. Það var svolítið brotin útgáfa. Sony með staðfesplön að koma með Ghost of Tsushima á PC í maí og síðan ekki alveg víst hvað framundan eftir það. Það orðramur að Demon's Souls endurgerðin og Last of Us Part 2 remastered koma á PC en við erum ekki bara neitt staðfest eins og Mínum mati PC-póstið af Forbidden West einstaklega vel heppnað og nú þetta að spila einmitt báða leikina í gegnum PC fyrir þá sem ekki PlayStation-tölvu. Pakkinn inniheldur allt sem hefur verið gefið út fyrir leikinn og vel þess virði að kanna einmitt Burning Shores eftir að fólk klára söguleiksins. Og ef þið ekki spilað fyrir leikinn þá mæli ég endilega með að kíkja á hann á til dæmis Steam. Ég læt þetta stutta myndband ljúka orðum sem Bjarki skrifaði mitt í gagnrýni sinni á PlayStation leiksins. Auðvelt að gleyma sér í þessum töfrandi heimi sem Aloy þar sem allt nær að smella saman svo vel í leiknum. Ef þið eru forvitin leikinn eða bara seríuna höfuð þá endilega kíkið á heimasíðuna okkar nerdnonsense.is og hægt að finna nánari upplýsingar leikina og aukaefnið þar. Svo ég segi bara takk fyrir mig í bili og verið sæl.